Viska til frelsis, 16. kafli, bænin. Bænin er mikilvægur þáttur í lífi hvers og eins. Þegar þú biður bæna ertu að tala við Guð og biðja hjálp og aðstoð í þínu lífi og þinni vegferð sem og að biðja fyrir öðrum. Það er mikilvægt að byrja á því að biðja fyrir sjálfum sér, biðja vernd og blessun og handleiðslu í lífinu og síðan að biðja fyrir öðrum. Líf þitt snýst fyrst og fremst þína vegferð og þinn þroska. Hver og einn þarf að sjá sinn þroska og hækka meðvitund sína. Síðan er hægt að leiðbeina öðrum að ganga sama veg. Enginn gengur veg annars. Sá sem trúir biður bæna, sá sem ekki trúir biður ekki. Að trúa er mikilvægt því trúin gefur von og trúin leiðir þig áfram hinn rétta veg. Sá sem biður styrkir varnarkerfi sitt og fær vernd fyrir öllu illu. Margir biðja frá morgni til kvölds og virðast ekki verða neitt ágengt í bænum sínum. Hvers vegna virðast sumir vera bænheyrðir en aðrir ekki? Til að verða bænheyrður og til að ná til Guðs þarf hugur og sál að verða eitt. Beindu huga þínum að hjartanu og talaðu við Guð með tilfinningunum. Talaðu til Guðs sem saklaust barn og Guð mun svara kalli þínu. Sá sem sameinar huga og egóið og biður með höfðinu verður ekki bænheyrður. Mundu einnig að þakka Guði fyrir gjafirnar, lífið, heilsuna, fæðið, klæðin og húsaskjólið. Sá sem biður til Guðs með tilfinningunum sínum mun að lokum skynja og upplifa að vera bænheyrður. Hafðu trú og treystu og þú munt öðlast. Trúin færir þér upplifun og upplifunarnar eru sannleikurinn. Guð er ávallt tilbúinn og biður eftir kalli þínu og það er þitt að stíga fyrsta skrefið. Notaðu þær bænir sem koma í brjóstið hverju sinni. Það eru þær bænir sem eiga við í það skiptið. Láttu þær koma frá hjarta þínu með auðmýkt og með sakleysi barnsins. Bænin er mikilvæg fyrir andlegan þroska og hækkandi meðvitund. Hún leiðir þig áfram hinn rétta veg til eilífs lífs.